Ok, nú ætlum við að skoða hérna exponential fallið, eða í exta, veldisvísis fall og sjá aðeins bara hvaðan þetta fall kemur, skoða nokkra eiginleika. Við byrjum aðeins á öðrum enda. Við ætlum að skoða ellen. Við vitum að ellen er stranglega vaxandi fall vegna þess að þegar við diffrum ellen af x þá fáum við 1 á móti x og þetta er auðvitað alltaf stærra 0 fyrir öll x sem eru stærri 0. Þar sem ellen af x er skilgreind bara fyrir tölur sem eru stærri 0. Þannig að ellen af x er stranglega vaxandi fall. Nú, ef það er stranglega vaxandi fall þá er það gagntækt vegna þess að það er bara hvert uppslangildi kemur bara fyrir einu sinni. Ellen er gagntækt. Og ef það er gagntækt er það líka andhverflegt. Þannig að við ætlum að nota þetta að ellen sé andhverflegt fall til að búa til nýtt fall. Við tökum sem sagt útgangspunkt í fallinu ellen af x. Það er skilgreint á fyrir allar tölur sem eru stærri en 0 og út úr því kemur rauntala. Hvaða rauntala sem getur komið út. Myndmengi er allar tölur frá mín svo óendanlega upp í óendanlegt. Og við ætlum að búa til nýtt fall. Ég ætla að kalla þetta fall exp. Og þetta fall tekur inn hvaða rauntölu sem en skilar tölum á bilinu 0 til óendanlegt. Myndmengi fallsins er tölur á bilinu 0 til óendanlegt. Og ég ætla að búa það til þannig að exp af x er jafnt á y nákvæmlega þegar ellen af y er jafnt á x. Við sem sagt skilgreinum exponential fallið sem andhverfu y. Með öðrum orðum, þá er sem sagt exp af ellen af x, það er x, fyrir öll x sem eru stærri en 0, sem sagt öll x þar sem ellen er skilgreint, og ellen af exp af einhverju tölu y, sem við kalla hann eitthvað annað, er y, fyrir öll y sem eru rauntölur. Af því að exp getur tekið inn hvaða tölu sem er. Ok, svo eru ýmsar reiknireglur sem gilda og það er líka hægt að diffra þetta fall og við skulum skilgreina þetta. Nú í fyrsta lagi þá er það svona reikniregla hérna sem segir að exp af x plus y er jafnt á exp af x plus exp af y. Ekki mörg föll sem hafa þennan eiginleika. Exp af mínus x er jafnt á 1 á móti exp af x. Og þetta getum við sýnt bara með því að nota Lorentz-reglunar. Og ég ætla að benda ykkur á að kíkja á sönnuna bara með því að skoða glósurnar. Það sé ekki erfitt að lesa þá sönnun bara sjálfur. Nú, svo er önnur regla sem er mikilvæg. Og hún er þessi hér. Ef ég diffra exp, þá fæ ég exp. Reglan segir í raun og veru tvennt. Hún segir afleiðanir til og þegar ég diffra fallið, þá fæ ég bara fallið sjálft. Og ekkert annað fall hefur þennan eiginleika að þegar ég diffra fallið, þá fæ ég fallið sjálft. Og ég ætla ekki að taka sönnuna hérna. Við ætlum að sjá að ef að fallið er diffranlegt, hver afleiðan er þá aðeins seinna í þessu myndbandi. En það er í fyrirlestraglósunum sönnun bara með markgildinu, með skilgreininguna afleiðu. Og hún er ekki alveg einföld, en það er hægt að kíkja á hana þar. Ekki alveg einföld allavega þetta hérna fyrir ofan. Ég ætla að hella mér í skilgreiningu, af því að út frá þessu exp-falli, þá getum við skilgreint alla veldisvísi eins og við þekkjum það. Þetta er skilgreining númer 542 í glósunum. Hún segir fyrir allar rauntölur a og x, þar sem a er einhver tala stærri en 0, þá skilgreinum við að a í veldinu x
sé nákvæmlega exp af x sinnum l af a. Þetta er það sem við eigum við þegar við segjum a í veldinu x. Og fyrir alla veldisvísa þar sem við erum með ræða tölu þarna í veldinu, eða ok, skrifum þetta hérna. Þegar x er tala m deilt með n, sem ég get skrifað svona almennt brot, sem m er einhver heiltala pluss eða mínus og n er bara náttúruleg tala. Þá passar þetta, að við skilgreinum þetta svona, þá passar þetta við veldisvísa eins og við þekkjum það. Þannig að reiknireglur með veldi og annað, að þær gilda áfram. Nú, ef við förum svo áfram og skilgreinum töluna e af 1, eða exp af 1, svo þegar ég segi hérna tvípunktur samsemd, þá er ég að segja að þetta er skilgreint til að vera er skilgreint til að vera exp af 1, og þetta er bara tala sem við getum reiknað út, 2,718828459 og svo framvegis, ef ég skrifa þetta rétt upp. Þar segja að við erum að velja þá tölu sem er þannig að l af e sé jafnt á 1. Þá gildir að e í veldinu x er jafnt á exp af x sinnum l af e, með öðrum orðum exp af x. Og þá getum við skrifað þetta sem e í veldinu x og reiknum með þetta með öllum veldareglunum eins og við þekkjum þær. Þannig að þetta er ástæðan fyrir við skrifum oft e í veldinu x í staðinn fyrir exp af x. Þetta er bara annar rithattur fyrir það sama. Og þessi tala e, hún er svolítið merkileg. Hún heitir tala Eulers. Ekki Eulers með AU, heldur Eulers. Og hún er sem sagt búin til svona. Hún er exp af 1, eða þar að segja, hún er sú tala þar sem náttúrulegi lóðurinn gefur 1. Þannig að nú getum við reiknað með, þegar við erum með veldisvísfallið, þá erum við með bara þessa grunntölu e, sem er á reiknivélunum okkar allra, í veldinu x. Þannig að þegar við erum að vinna með tölu a í veldinu x, þá getum við alveg eins breytt í töluna e í veldinu x-inum l af a. Það er tengingin þannig á milli. Og við getum það auðvitað því að e í veldinu l af a í veldinu x getum við skrifað þessa tölu og sjá að það er við bara með a í veldinu x. Við hugsaum þetta bara með veldareglunum. Nú, ef við gefum okkur að, aðeins í lokin ætla að segja, ef við gefum okkur að fallið hérna sé diffranlegt, að markgildið þarna sé til, sé hægt að diffra e, og viljum sýna fram á það, þá er afleiðan sannarlega svona. Kíkjum á þess að það er nefnilega mjög einfalt. Nú, ef við skoðum hérna l af e í veldinu x, ef við skrifa í staðinn bara fyrir exp, skrifum bara e í veldinu x. Ef við tökum þetta fall og diffrum það, því að við vorum búin að sýna fram á hvernig afleiðan fyrir l af x er, þá veit ég að með keðjuregluna þegar ég diffra l af e einhverju, þá fæ ég 1 á móti því, þannig að 1 á móti e í veldinu x, sinnum innra fallið diffrað, sinnum e í veldinu x diffrað, og nú veit ég hvernig ég ger það, en ég veit ég fæ 1 á móti e í veldinu x, sinnum e diffrað. Ok, ef ég diffra bara þetta sama fall
og nota mér að ln er andhverfan við e, og þá er ég að diffra bara 1, eða ekki? Nei, x, fyrir ekki þau. Og því að ln af e er andhverfan, þannig að eftir stendur x. Og ef diffra x, þá fæ ég 1. Og svo þetta er það sama hérna. Ég var að diffra sama fallið. Þannig að 1 á móti e sinnum e diffrað er 1. Sem sagt, ef að e er diffralegt, við markvæl þá í gegn með e þannig, nú þá er afleiðan e. Þannig að breytingin á exponentialfallinu er jafn fallinu sjálfu. Og þetta þýðir að alltaf þegar tek eitt skref hérna, getur verið tímaskref til dæmis, að þá er ég að fá breytinguna sem er hlutfallslega jöfn því sem ég byrjaði með. Sem sagt þegar fallið breytist, þá breytir það sem hlutfall að sjálfu sér. Þannig að ef það er að stækka, þá er það alltaf að stækka meira og meira og meira. Og við sjáum aðeins þegar við skoðum markgildin fyrir þessi föll, bæði fyrir logran og exponentialfallið, og sjáum hvað þau vaxa hratt. Og við sjáum að lografallið, það vex alltaf endalaust, en það vex alltaf hægar og hægar. En það er ekki alveg sögu að segja með exponentialfallið, heldur vex það alltaf hraðar og hraðar og hraðar. Skulum sjá mynd. Þetta var hérna logrin okkar. Náttúrulegi logrin. Hérna notum við exp og sjáðu hérna, bara þegar ég fer frá 0 upp í 10, þá er ég samt á uppslanástum 2,5 sinnum 10 í 4. veldi. Þannig að þetta vex svakalega hratt, þetta fall. Það var að fá svolítið stærri myndin að þessu. Sjáðu skalinn minn hérna á uppslanástum er frá 2,5 sinnum 10 í 4. veldi. Það sést kannski ekki vel á myndbandinu. 25.000, bara þegar ég fer frá 1 upp í 10.